Um, já, fínt að komast í frí eins og þú sagðir. Búið að vera heldur betur, ég myndi nú að segja skemmtilegt fyrstu mánuðir núna á mótinu. En erfið líka, þar sem að búið að taka gjörsamlega til í kúltnum hana úti. Menn í æfingarnar fengu nýja styrktaþjálfara, alveg búin að taka liðið í gegn og já, það er fínt að fá smá breyk en maður er nú bara sáttur. Þessar kúltúrbreytingar, það svona að hafa jákvæð áhrif á spilamennskuna þína? Já, algjörlega. Ég náttúrulega var meiddur ég myndi segja bara ár samtals. Var alltaf að detta inn og koma inn og koma út og hann náði svolítið að bara stilla mig svolítið af. Ekkert vera of mikið að þvinga mig á völlinn aftur. Þannig við tókum bara góða 2-3 mánuði að koma mér í hrótastand og það er að skila sig eins og staðan núna. Brjósklusmeiðsl, ertu bara alveg búin að nára af þeim? Nei, ég er búin að vera alveg að, þú veist, ég finn alveg frekar mikið til ennþá en þú veist, síðan er þetta eins og með brjósklust, þetta er bara misjætt hvernig þú vaknar. Gæti vakna bara drullu góður og væri til í bara 3 tíma æfingar en síðan bara ef ég er að gera mikið þá vakna ég bara stundum bara mjög slæmur en þetta er allavega töluvert betur en þetta var þannig ég næði að æfa á fullu og bara æfa eins og aðrir maður. Þetta er kannski skrítið spurninga, veistu, af hverju þeir eru að ganga svona vel núna? Liðinu þá? Þér persónulega? Ég held að mér sé bara að ganga svona persónulega vel að því loksins sem maður bara í nógu góðu standi til að spila, þú veist, á fullu krafti í 60-90 mínútur. Þannig, og já, ég held að þetta, þú veist, ég hef alltaf vitað að fótboltahæfileikarnir þeir hverfa ekkert skilurðu, en þetta er bara spurningum eins og nútíma fótbolti, hvernig fitnesslevelur maður sér. Þú átt 1 ár eftir á samningi, svona, ertu búin að ræða eitthvað við Södríska framlengingu? Eins og staðinu núna þá er maður náttúrulega bara ánægður þar sem maður er, en maður veit aldrei hvað gerist sko. Ég veit ekki hvort það verður einhverjar breytingar í janúar, næsta sumar eða hvort maður framlengi, þannig það verður bara komið ljós en maður er svolítið bara að nýta þess og njóta þess að vera í frí. Og þetta er mikið rætt og ritað svona áhuga á þér frá liðum, hefur þú eitthvað heyrt? Nei, ég hef ekkert verið eitthvað að reyna að komast að því hvaðan þessi áhugi kemur. Því það líka getur bara að stríta hans hausnum á manni. Þannig eins og núna, eins og sérði ég í fjölninskallurum, maður er bara að hugsa að æfa almennilega og vera klár saman hvort maður verður, hvort það verður í janúar bara Sönnuríski eða einhvers annars þar. Þetta bara þess að góðu spilamennskur hlýtur að gera tilkalli í landslið, ertu eitthvað búin að heyra frá Arnar eða eitthvað þannig? Nei, maður er svona nokkurn veginn nýbyrjaður að ná að spila almennilega og eins og staðinu núna þegar maður er heitur þá er ekkert landsliðsverkefni á næstunni nema bara einhvern veginn í mars þannig ég er ekkert að stressa mig á þessu landslið, ég vona bara einn daginn maður verða þarna. Þú þekkir Arnar vel, þú ætlar ekkert að banka upp á hjá honum með eitthvað hannig? Ég kannski taka hann í kaffibolla, hann fyrir ekki að velja mig á næstunni. Þetta bara aðeins Húmba Búbba, þú fylltir Gamla Bíó daginn, bara hvernig var það? Það var náttúrulega bara sturlun, þetta er nú bara, maður mætir hana bara eftir að búin að vera úti í marga mánuði og það er lett að vera bara með Eyþór Völir í þessu, hann bara sér allt og maður mætir hana bara og sér að vera hana með honum, þannig þetta var eiginlega bara geðveikt sko. Tónlistin hefur engin áhrif á frammistöðuna inn á vallar? Nei, ég bara næði svolítið að íta þessu burtu sko. Það væri annað ef maður væri kannski einn í þessu eða eitthvað svona þannig, en náttúrulega eins og ég segi þá er ég með Völurinn, Eyþór Völir sem ég veit ekki hvernig hann fer að þessu en þetta er bara, hann elskar þetta og er svolítið vinnuhestur og hann er náttúrulega, ég myndi segja hann væri svona 99% í þessu eins og hann er eiginlega bara orðin merkið sko, þannig það er bara fínt og svolítið, maður er bara ánægður fyrir hans hönd að hann sé að koma sér vel að framfæri. Þeir eru hvergi næra hættir? Nei, ég held að sé nú ekki hættir en eins og ég segi þá náttúrulega stefnum maður herra og í stærri deildir og þá er hann alltaf erfiðar að vera með í þessu en eins og ég segi líka hann er orðin bara, myndi ég segja orðin bara merkið og þá tekur hann bara við þessu og ég veit að hann fer með þetta lengra á herra. Takk hérlega. Þetta.